Ágætu nýnemar á hugvísindasviði. Velkomin í Háskóla Íslands. Ég heiti Guðmundur Hálfdanarson og forseti hugvísindasviðs. En hugvísindasvið er eitt af 5 sviðum Háskóla Íslands. En starfsemi háskólans er skipt upp í svið sem hvert sig tekur á ákveðnum þáttum mannlífsins. Hugvísindasvið fjallar fyrst og fremst menningu, samskipti manna, hugsun, sögu og annað slíkt. En þetta eru gríðarlega mikilvægir þættir í samtímanum. Bæði vegna þess að við erum sífellt að tengjast við umheiminn á nýjan hátt. Við erum að taka á móti fjöldanum allum af ferðamönnum hér til lands og þess vegna er mjög mikilvægt fyrir okkur að rannsaka, túlka og tjá íslenska menningu fyrir öðrum. Við stöndum hér fyrir framan aðalbyggingu Háskóla Íslands sem er að mörgu leyti kjarninn og miðjan í starfsemi skólans. En skólinn er dreifður í margar byggingar sem eru bæði hér á svæðinu og víðar. Ýmsar spurningar kunna vakna varðandi námið þegar þið hefðið nám hér og meðan náminu stendur. Þeir sem geta best svaraði þessum spurningum eru starfsmenn á sviðsskrifstofunni, aðalskrifstofu hugvísindasviðs, en skrifstofan er á efstu hæð aðalbyggingar. Þar eru deildarstjórar, einn deildarstjóri fyrir hverja deild sem geta þá svarað spurningum sem tengjast deildunum og síðan aðrir sem eru með sérhæfð starfsvið sem geta þá svarað ýmsu öðru sem upp kann að koma. Ég hvet ykkur eindregið til þess að kynna ykkur bæði þá skrifstofuna sjálfa en einnig líta á hana á vef Háskóla Íslands. Hérna fyrir aftan mig er líka háskólatorg sem er mörgu leyti ákveðin miðpunktur fyrir félagslíf stúdenta, fyrir námið, fyrir þá sem vilja kynna sér þá ýmsu möguleika sem Háskóli Íslands býður upp á. Bæði þá í alþjóðamálum en einnig í alls konar hagsmunamálum og þjónustumálum háskólans almennt. Starfsemi hugvísindasviðs greinist í 4 deildir. Og þið komið til með að skrá ykkur í eina þessara deilda og fer það allt eftir í hvað þið eruð að leggja stund á. Deildirnar eru guðfræði og trúarbragðafræðideild, íslensk og menningardeild, mála- og menningardeild og sagnfræði- og heimspekideild. Engin þessara deilda hefur einn sérstakan samastað. En við getum kannski sagt að kennarar í guðfræði- og trúarbragðafræðideildinni séu allir með aðstöðu á efstu hæð aðalbyggingarinnar. Sagnfræði- og heimspekideildarkennararnir eru flestir með skrifstofur í Árnagarði, þar sem handritin okkar eru geymd, og hins vegar í Gimli. Kennarar í íslensku menningardeild eru flestir með skrifstofur í Árnagarði en einnig í Nýjagarði og í aðalbyggingu. En það má segja að allir kennarar í mála- og menningardeild eru í Veröld húsi Vigdísar sem er að mörgu leyti þá musteri tungumálanna á Íslandi. Síðan er verið að byggja nýtt hús fyrir íslenskuna, hús íslenskunar, sem verður tilbúið 2023 og þar verður þá síðan musteri íslenskunar. Kennarar eru með skrifstofur í þessum byggingum. Ef þið viljið ræða við þá getið þið heimsótt þá á þeim tímum sem þeir eru með heimsóknartíma eða viðtalstíma en svona málefni sem snúa stjórnsýslunni. Að þá leitið þið til deildarstjórana sem eru í aðalbyggingu í skrifstofu hugvísindasviðs eða þá netspjalli sem háskólinn býður upp á. Ágætu nýnemar. Þið hefjið nám við Háskóla Íslands á einkennilegum tímum. All starfsemi skólans er í mjög breytilegum skorðum og þetta breytist dag frá degi hvernig við getum hagað starfseminni. Þar verðum við að fara eftir þeim reglum sem sóttvarnayfirvöld setja okkur. Þess vegna bið ég ykkur það að fylgjast vel með öllum tilkynningum sem koma frá yfirvöldum skólans hvernig kennslun er háttað. Það getur breyst hratt vegna þess að aðstæður breytast. Fylgjast þið vel með netföngunum ykkar, háskólanetföngunum, því að þau eru lykilatriði þegar kemur að því að senda út tilkynningar til nemenda. Þetta hlýtur að klárast einhvern tímann. Það koma betri tímar, vonandi strax á þessu misseri. Og ég óska ykkur góðs gengis í skólanum og ég hvet ykkur til þess að stunda námið að kappi frá upphafi og nýta ykkur alla þá margháttuðu möguleika sem Háskóli Íslands býður upp á og þá ekki síst sem að hugvísindasvið Háskólans býður ykkur. Gangi ykkur vel.